þig. Já, komið þið sæl. Þungbúið á landinu í dag og jafnvel töluverð úrkoma á köflum eins og við fundum til dæmis hér við Faxaflóann í dag. En við höfum verið að fá úrkomu á öllu formi. Hér sunnan til á landinu hefur þetta mestmegnis verið rigning en það hefur nú verið víða slydda eða snjókoma norðanvert landið sem er nú svona orðið nokkuð þreytandi þegar komið fram í maí. En við sjáum á yfirlitskortinu frá hádegi í dag að það voru með lægð hér suðvestur undan landi og svona lægðadræð sem lá til austurs með suðurströndinni og nokkuð sterkt úrkomumerki yfir landinu. Lægðamiðjan sjálf er nú að leita til austurs og það nú hér rétt fyrir 6-leytið síðdegis að þá byrjaði nú að rofa til hér vestanlands þegar svona norðanáttin náði hér inn og þurrar á loft og við sjáum að lægðin hún fer smám saman austur fyrir nokkuð svona þétta þrýstilínur fram eftir nóttu en það dregur síðan úr þessari norðanáttar að komið fram á morgundaginn og svona ágætis veður víða land á morgun. En þessi snjókoma eða slydda norðanvert landið það náttúrulega helgast að því að það var nokkuð kaldur loftmassinn úti við norðurströndina, hlýra loft sem náði hér inn sunnan til. En norðanáttin mun að sjálfsögðu sjá til þess að það verður næturfrost víða land nú í nótt. Og byrjum aðeins svona á stöðunni þá hvernig hún verður nú svona næsta sólarhringi þegar kemur að skýjum, úrkomu og vindi og við sjáum hér stöðuna klukkan 18 þá svona byrjaði einmitt að rofa til hér á höfuðborgarsvæðinu þá og annars nokkuð áköf úrkoma hér á vesturhelmingi landsins. Og við sjáum hvernig þetta færi sig nú allt til austurs, það dregur nokkuð hljótt úr úrkomu og rofar svona til á landinu þegar líður á nóttina og verður víða bjart í allan sunnanvert landið í fyrramálið en síðan ætlar að draga aftur fyrir svona þegar að vera líða að kvöldi á morgun. Staðan núna seint í kvöld eða klukkan 9 kvöld að sjáum það nú svona orðið léttskýjað sums staðar á Suðurlandi og við Faxaflóa og jafnvel við Breiðafjörð annars staðar skýja og töluverð úrkoma í þessu og væntanlega þá snjókoma eða slydda norðanvert landið en þetta kóðnar allt saman niður þegar líður á nóttina og þegar komið er fram yfir hádegi á morgun þá sjáum við að það nú svona til þess að gera skaplegt veður þannig verður vindur nú svona yfirleitt hægur. Jafnvel bjart veður á köflum víða sunnan og vestanvert landið. Það er þó svona sjá að verið lægðadrægð sem að muni leiða til þess að það muni rigna hér á Suðausturlandi, allavega á köflum og svo getur enn haldið eitthvað áfram við úrkomu norðanlands sem verður þá áfram þá sennilega slydda eða jafnvel snjókoma því að lofthitastölunar eru nokkuð ekki háar og sennilegt að lofthiti nái bara að skríða þetta 1-2 gráður yfir núllið svona yfir daginn landið norðanvert. Nokkrum gráðum hlýrra getum við sagt sunnanvert landið. En næsta lag kemur nú inn í myndina hjá okkur strax á fimmtudaginn svo sjáum hér. Hún svo sem þetta svona lægða bóla sem að fer norðaustur yfir landið. Úrkoman náttúrulega víða í tengslum við þá lægð þegar hún fer hér yfir. Og sjáum hér klukkan 14 þá er úrkoma hér suðvestan og vestanlands. Og það ansi svona stutt í það, allan að þarf ekki að leita hátt upp í landi til þess að þetta fari yfir í slyddu eða jafnvel snjókomu því að frostmarkshæðin tiltölulega lág þessar mundir. En austanvert landið verður nú svona ágætis veður fram eftir degi en væntanlega mun nú þykknu þar svona þegar líður að kvöldi og geti jafnvel gert einhverja úrkomu þar á fimmtudagskvöld. Og í framhaldinu sína á föstudaginn þá verðum við hér í suðvestlari átt, það verður skýjað að mestu leyti vestanvert landið, getur gert úrkomu á köflum, bjart veður að mestu leyti austanvert landið og hiti þetta svona yfirleitt á bilinu 3-8 stig, eitthvað svalara næturlagi, en svo kannski svona jákvæða fréttin að það að lofthiti fer nú hækkandi þegar við komum inn á helgina. Við sjáum hér hvernig spáin þá á laugardaginn, það vissulega meiri úrkoma í þessu vestanvert landið en við erum komin í þetta 10-12 steg hita austanvert landið og væntanlega verður léttskýjað allra austast á landinu þannig að það verður svona jákvæða fréttir í þessu öllu saman þó að það verði nú svona neikvætt að það verði svona þungbúið hér fyrir vestan. En skulum segja þetta gott að við í beili. Verið sæl.